helgina og eins og alltaf á 50 þá er með mér hérna Hjörvar Hafliðason, vertu velkominn. Hjöppi K. Hjöppi K, hvað segir kærlega? Letsaður, ríkala góður, en meistarinn. Herðu, meistarinn er góður, Tayo Cruz þetta með lagið Hangover, ég veit ekki hver haga sig svona í þingunni, ég hef aldrei heyrt hressari mann, hann er aldrei orðið þunnur, hann drekkur ekki. Jó, það er, þú veist, þegar þú ert yngri en 25 ára og ert þunnur, þá er það bara þvílitt nett. Reyndar, þetta kom í seinni tíð hjá manni. Þetta kemur í seinni bylginni. Þetta var þægilegast í heimum að vakna á sundegi þunnur, fór kannski í Árbæjarlaugina og fekk sér hambúrgar og þetta var bara tóm gleði. Já, það var líka sko þingan hjá manni var alltaf búinn, skilur, maður var kannski þunnur í mestalagi til svona 2. Bara sko, varstu þunnur í morgunni? Já, ég vaknaði með einhverja helvítis þingu. Í dag er þetta bara það til ég fer að sofa, sko. Já, þetta eru breytti tímar. Já, það eru breytti tímar. Aldurinn, hann mæri okkur öllum, það er bara þannig. Father time. Maður var gamall kall og verður því þinnri, þannig að við syngjum ekki I got a hangover. En við Hjörvar Hafliðason erum með drinking too much. Við erum með hérna glæsilegan þáttvandekur í dag. Eins og alltaf á 50 þá heyrum við Jónum Brjánibrekka og hann er í góðum fíling þessa dagana held ég. Það vona það. Og svo erum við með Töðhotnið og í fyrsta sinn, Hjörvar, í F95 blöð, þá er búa til trailer. Ég bara labbaði niður til framkvæmdastjóra og sagði bara, heyrðu, annarkvort verður trailer fyrir þetta Töðhotnið, eða ég labbaði hann út. Já, það var komið tíma á trailer hjá okkur, sko. Hann ræst út einhverja tæknimenni hérna og þar að borgaði öllum einhverja 4 tíma aukalega fyrir útkall, en ég meina, það þurfti að gera, annars ætlaði ég að labba út. Svo erum við með góðulagakeppnina og viðtal dagsins, hún ætlaði að koma þetta í stúdíó til okkar en hún er heima veik, en ætlar að tala við okkur í síma. Er Vala Grand strax byrjuð að vera alltaf veik eftir hún var kona, eða? Rólegur. Nei, ef þú pælir í þessu. Það er eitthvað flensa að ganga. Það er alltaf einhver flensa að ganga. Má enginn vera alltaf einhvern tíma veikur og alltaf, hann er einhver flensa að ganga. En það er núna, sko, ég þekki 3 sem eru veikir. Hver eru það? Sverrir Bergmann, hann er heima á sig veikur núna. Það kemur ekkert óvart, því að, sko, áður en ég kynntist þér og vinum þínum að norðan, þá hélt ég alltaf að gæjar utan á landi voru glerharðir. Já, við erum glerharðir. Algjör raumingar. En svo þetta Pepsi Max í gær sem hún ætlaði að fá þér og það var runnið út fyrir 4 dögum síðan. Sko, ef að Pepsi Max, ég drakk það af því að þú vældi svo, ef ég kaupi Pepsi Max og það er útrunnið, hvernig heldur það þá að verið, þú veist, bakkað inn? Það stóð hvernig á pakkan. Já, 2 árum síðan eitthvað. Júli 2011. Ég er samt, sko, ég er þannig og hef alltaf verið. Ég hef mjög erfitt með að éta og drekka eitthvað sem er útrunnið. Mér finnst það bara óþægilegt. Ég bara er nýbúinn áttum með því, svona guttar eins og þú og fleiri af þessum gaurum sem þekkja utan á landi. Guttar? Já. Þið eru algjör vælukjór. Þið eru búin að venjast að því að væla og fá allt upp í hendurnar. Það er svo erfitt að keyra þetta gegn. Er ég ekki mættur hérna puttabrotin í stúdíói? Puttabrotin, þú veist eitthvað smá spaða framan á puttana. Sérðu puttana, hann er þrefaldur. Ég gáttum ekki undirbúið þáttina því þú varst alltaf vælundu puttanum. Ég fór að kælta og svo varst eitthvað, ég kíkja upp á slís og átti að kíkja upp á slís og hvað er 5 ára? Herðu, það var gaurinn sem að bombaði spaðan mér var að hvetja mig til að gera. Það er að því hann þekkir þig ekki. Þetta er að fara að vera svolítið svona úlfur scenaríu að þú ert alltaf vælandi eitthvað. Vertu núna hreinskilinn Hjörvar og segð alveg satt, er hann ekki 2-faldur og allir 4 Annað bara svo, þetta er ekki væl þá. Ég veit að annar hver krakki sem hefur út að leika sig í körfubolta í dag eða eitthvað sem fær boltan framan á puttan, hann er með puttana sína svona sko. En það er ég hérna, er ég ekki mættur í vinnu og til í slægin? Ekki orðum puttanaði meir í dag. Og það má ekki líka mér við Svestu með það, hann er sko bubble boy, hann er með óðnæmi fyrir öllu og þannig að það er ekki svona gæinn sem hann alltaf að spurja þjóna hvað er í og mat. Það getur orðið svo þreytt maður Sverrir. Ég ætla að fá þér hérna þennan kjúklingur hérna. Eru hnetur í honum? Nei. En svona sesamfræ? Nei. En negull. En negull í þessu drasli. Herðu, já, eins og heyrið, það verður mikið fjör í okkur hjálpa. Við erum með spikveita þátt og svo ég náði ekki svona að klára að það er Vala Grand, hún er gestur þáttarna sem við hringjum í hana. Hún lendi í leiðindra atvik í vikunni þar sem að vera að hrósa kynfærumennar í sturtu, dónaskapur og við ætlum að spyrja hana eins út í það og bara út í lífið. Já, hvernig hefur Vala það þessa dagana? Og hvað er málið með að vera alltaf veik núna? Já, hvað er það? Það er eitthvað nýtt í hann. En við byrjum á Drake, Take Care. Þetta eru Drake og Rihanna með Take Care. En það er komið að slúðurpakka dagsins eins og alltaf á þessum tíma og Hjörvar, ertu tilbúin í gott slúður? Já, ég er tilbúin í gott slúður. Herðu, ég ætla að byrja slúðurpakkan á henni Demi Moore. Nú, það er ekkert annað. Það er ekkert annað, henni ofbýður óþroski Aston Kutcher. Skil hana mjög vel. Já, og Demi Moore var lögð inn á sjúkrahús núna á dögunum vegna, bara ofkeislu og vegna einhverja lyfjaskammta sem hún tók mikið af og
og menn núna að tala hvort það hafi verið þunglyndislyf eða annað, en hún núna að segja að ástæðan fyrir að hún sé inn á spítala það að henni ofbýður óþroski Kucez. Þau eru náttúrulega búin að sóta skilna í lok síðasta ás og hafa látið fara fyrir sig síðan. En hann aftur á móti, hún voða róleg, en Ashton Kutcher vist alltaf á jamminu og sérst oftar en ekki fylgd kvenna og Moore átt mjög erfitt með að horfa upp á framkomu fyrir hann eiginmannsins og finnst hann látið svo kjáni. Kutcher fyrir út með 9 konum en leita þess á milli til Moore þegar hann verður leiður og einmanna. Þannig að hún Dúllan. Hann dúlla. Hann svona, í rauninni, hann leita bara til hennar þegar hann eitthvað lítill í sér. Annars hann bara að jamma. Það náttúrulega erfitt fyrir hann að koma inn í þetta, Hún var eins og með Bruce Willis. Já. Og þú veist, Bruce Willis náttúrulega eitt besti Hollywood-leikari allra tíma, Já, svona eitt besti svona hasaleikari. Allavega, fullt af krökkum sem að hlusta á okkur, kannski fættir, kannski frá árunum 85-6 til 95 eða eitthvað sliðis sem hafa bara ekki séð myndina The Last Boy Scout með Bruce Willis. Hækkur í hóttörn. Besta actionmynd allra tíma og besta one-liner bíómynd. Ef þú hefur ekki séð hana, drullaður þú út á vídeolegu eða eitthvað og reddaður henni. Já, hvernig sem að krakkar ná sig myndir í dag. Já, allavega, Last Boy Scout, ég sammála því. Herðu, næsta slúður fjallar Brad Pitt en hann segist núna að vera tilbúinn að giftast Angelina Jolie. Nú, jæja. Brad Pitt og Angelina Jolie voru búin að gefa þó út að þau myndi ekki gifta sig þar til að allir mættu gifta sig og þá verið að tala samkynhneigða og aðra og ætluðu þau að bíða en núna Brad Pitt eins og orðin eitthvað óþolinmóður og hann segir að þau eigi orðið það mikið af börnum og annað að hann vilji gera an honest woman out of her. Ég vil að hún verði kona mín en þau eru búin að vera saman núna í 7 ár, segir Brad Pitt. Þannig að hann nennir ekki lengur að bíða eftir því að samkynhneigðir með gifta sig og vera bara að skella sér. Það mega nú gifta sig í einhverju fylgjum, eða ekki? Já, það var ekki bara leyfið eitthvað stærri. Hann vill að þetta sé leyft alls staðar. En nú ert þú mikill áhugamaður giftingar samkynhneigðra. Hvað finnst þér þetta? Finnst þér þetta kjánalegt? Finnst það bara frábært. Bara allir megi gifta sig. Að sjálfsögðu. En þú veist að tala Angelina Jolie og þetta. Það svolítið skemmtilegt. Stelpur halda rosalega mikið. Þeir alltaf einhverju tím. Hvað heitir það? Team Aniston? Nei, Team Jennifer. Jennifer Aniston. Ég held með Jennifer Aniston. Já, ég veit það. Konum, þú veist, svona venjulegum stelpur, náttúrulega Angelina Jolie 100 sinnum meira spennandi stelpa en... Já, en Jennifer Aniston mun meira svona kærasta. Er það? Já. En hinn miklu hinn ekki meira... Þú veist, svo Angelina Jolie var að skipta blóð úr sér fyrir blóðu. Hann spilaði Bob Thornton hérna fyrir 10 árum. Það virðist allir búin að gleyma því Angelina Jolie var bara eitthvað geðsjúklingur hérna fyrir nokkrum árum síðan, þú veist, en Jennifer Aniston eitthvað svo ótrúlega ókúl. Hún er alltaf að rembast við að vera eitthvað kúl, þykjast vera eitthvað flippuð, en hún það ekkert. Hún verðist bara svo góð. Þetta eitthvað svona, þetta ekki bara drauma kona? Vilt að kona þessi að skiptast á blóður og byrja Bob Thornton? Ég skil alveg, þú veist, Brad Pitt, það vil ég eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, maður getur bara kyrkt hann allt í hennu miðanótt. Maður getur bara sofandi og svo bara hún sé alltaf komin á hálsina. Já, þetta getur eitthvað þannig, hann veit aldrei hvað hann hefur hana. Þetta sé ekki svolítið þannig, hún kemur heim og veist aldrei við ykkur átt von á. Bara getur komið fljúandi diskur í áttina þau. Er það sem að þú vilt bara? Nei, en ég skil alveg hann að vera í þessu, hann pittar hann. Já, þannig að þú ert í Team Jolie. Ég klárlega í Team Jolie, ég líka Tomb Raider, flott, fyrsta myndin frábær. Já, glæsilegt, þá ertu búin að útskýra það. Síðasta slúður dagsins fannst mér, svona skemmtilegasta slúður sem ég las í morgun, en 50 Cent, ég talaði það í vikuna, hann græddi $500,000 eða 65 milljónir tæpar fyrir að veðja fyrir 4 vikur síðan að New York Giants myndi komast í þetta Super Bowl. Þá leit ekki vel út hjá Giants og þeir þurfti að vinna hann nokkra leiki ásamt því að áttu erfitt prógram eins og Packers og fleiri. Hann vann þetta veðmál og fekk þar $500,000 og nú hann að veðja aftur við eitt besta vin sinn ef skal ég segja New York Giants tapaði á Super Bowl þá ætlar hann að twitta mynda sér nögtum og þeir eru að fara að keppa við New England Patriots þannig að ef að New England Patriots vinna New York Giants þá getið þið farið inn á Twitter og séð mynda 50 Cent þar sem hann nakinn. Ég veist ekki svona veðmálið þetta. Þetta glerhart veðmál Já, þetta ekki bara 50 Cent aldrei leiðst að sína sig byrja á hann reyndar ekkert í sama standi hún var í þegar hann gerði þarna in the club Já, ok, hann var búin að fitna það? Nei, hann var hún eitthvað 50 kíló daginn Já, það var að hann var að leika einhverja mynd, það var að leika einhver sjúkling Ok, en ég meina hann reddar þessa mynd, svo photoshopar hann bara það sem hann vil photoshopa Já, ég held að þetta sé svona vinn fyrir 50 Cent Já, ef hann vinnur veðmál að vinna og ef hann tapar það bara, oh shit, nakin á Twitter En þú sagðir þeir hafa unni nokkra leiki í úrslitinni Þú veist ekki einu svona hverja við Giants menn unnum í wildcard-leiknum Jú, við unnum, skal ég segja Þú horfðir á leikinn heima og sopnaðir yfir hann hjörna Þú skalt ekki að rífa kjaft Ég sopnaði í auglýsingabreykinu Það var
Atlanta Falcons. Alveg rétt. Rífðu þig í gang. Herðu, rífðu þig í gang, þú sopnar yfir leiknum. Er við ekki með eina sérfræðinga, hvernig sérfræðinga hvort sé Team Jennifer eða Team Jolie? Jó, viltu spyrja? Bara taktu eina í lofti. Það er mjög gei og einhver strákur á línunni. Ég sé það alltaf eitthvað liðar hringja nefnilega. Já, og hvað, spyrja stelpunum að hringja 511-0957. Hvort það sé Team Jennifer eða Team Jolie? Ok, maður sjá, skal opna þetta fyrir síma. Hvort haldið með Jennifer Aniston eða Jolie sem áður að fá næsta lag F9 fyrir blöðgóðan daginn? Góðan blessan daginn. Sælublesu, hvort ert þú í Team Jennifer eða Team Jolie? Klárlega Team Jennifer. Takk hérlega fyrir þetta. Við erum öll í þessu. Takk aðeinslega. Ekki máli. Bless. Þessu skemmtilega síndali byrjum við. Sko, þetta er náttúrulega algjör snill, sko. All Immers. Ég veit ekki hvað mér finnst þetta lag. Það er svona, it's growing on me. Já, en þú veist, ef að hjartað er að sleppa þig að slá stundum, þá hlýtur þú að kíkja til læknis og það er það sem þessi söngur þarf að gera. My heart skips a beat. Já, hann er að tala um hann er svo ástfanginn. Já, ok. Hann er ekki að kvarta eins og þú. Kvarta. My finger is hurting and I'm feeling so bad. Hjörvar, hættu þessu. Herra, það var eitt sem við glindum að tala með hann í Team Jennifer og Team Jolie umræðina því að nú glóa allar línur og vilja að fá að ræða þetta. Það er smá Jennifer Aniston Angelina Jolie dæmi í gangi í sjónvarpsþáttum sem ég horfði á fyrir svona 10-15 ára síðan sem þetta Bold and the Beautiful. Já, Glæstafónir. Þar eru tvær konur sem Brooke og Taylor. Og þar er einn fjallmyndalegu maður sem er svona Rich og þær tvær eru búin að slást um hann á vissan hátt. Já, hefur þú séð gaurinn? Ég veit allt. Með allt á hreinu. En svo getur hann datti bara inn í þáttinn eitthvað daginn. Það var ennþá eiginlega þetta sama scenaríu í gangi. Í alvörunni? Hann er eitthvað að mixa á milli þeirra tveggja. Já, þannig að þetta er svona eilíð barátti. Ég nafnilega mann eftir því að ég horfði stundum á þetta þegar ég bjó á Sauðárkróki. Það er alveg góð 11 ár síðan. Þá voru það að rífast um hann. Þá voru það reynda báðar hrikalega flottar. Hvernig var elst? Já, en svo misti Taylor eitthvað minni, sko. Já, hún dó eða eitthvað og kom aftur. Taylor var eitthvað... Nei, Brooke, hún var eitthvað hálf geðveik á tímabili. Leikur í helstu. Ertu Brooke maður eða Taylor? Ég var svona, sko, Taylor er mun svona þægilegri kona, held ég, sko. Já, hún var virtist svona að vera með... Og Brooke er eitthvað svona, Brooke var svolítið nett klikkuð. Hún var búin að vera með pappans líka og bróður hans. Já, Erik Þóruster. Já. Það er pappans og Þórn er bróður hans. Já. Allt myndalegi menn. Já, líka svo alltaf taldi fyndið að Þórn Forrester, það hélst illa á leikurunum þar, þannig að það var alltaf einhver nýr að leika Þórn reglulega. Þeir hyggu ekki við það. Það var allt í næsta þætti, þá bara einhver annar gaur að leika hann. Maður bara, býttu, hver er þetta? En varstu eitthvað í nágrönnum? Já. Ég var hjá systir mér en daginn og sko, Marja Blöndal, hún er að glíma þegar einhverja veiki þegar að kemur að sjónvarpskloppi, sko. Ég er sjónvarpsvíkill. Systir mín, hún er búin að taka þetta á nýtt level. Hún horfir á alla nágranna þætti, sko, fyrir utan alla seríu. Ég fæ alla þætti stundum í henni og svona. Og hún er ekki bara horfir á nágranna, heldur les hún hvað gerist í framtíðin sem sagt að þegar við erum ára og eftir, þannig hún veit alltaf hvað er að fara að gerast allt árið. Já, þetta eru nágranni. Ég spurði hann líka daginn bara hvort það var ekki lægi með það. Dr. Kennedy ennþá þetta? Já, Dr. Kennedy er ennþá og Toadfish er ennþá á sínum stað. En Helen, hún lítur að vera dáin. Já, eða ekki. En Luke Carpenter? Luke Carpenter, ég sá hann ekki, hvað hétt hann áttur? Hann er ennþá þetta sem átti hótel og hætti svo í 10 ár. Nei, Harold? Hinn hann sem varð vondur, var svo allt í henni góður. Hvað heitir hann áttur? Nei, skýtur ekki máli. Paul Robinson. Okay. Já, hann er mættur aftur þarna. Okay. Alveg grjótarinn. Ég hitti hann sem leikaran sem leikur Harold Bishop. Nei. Jú. Hitt hann á Charles de Gaulle, flugvöllunum í Fraklandi. Hvernig finnst þér að vera svona huggulegt á konan sem hafi leikið í svona þáttum? Það eru marga maður. Varst þetta Natalie Imbruglia? Já, hún var alltaf. Mjög huggulegt steppa. Og svo var náttúrulega líka hún Holly Valance fannst mér reyngarlega sætt. Já. Og hvað heitir hún líka Kyle Minogue? Þannig að það verið nokkrar, þetta er góða stöppallu fyrir ykkur eður út í Ástralíu. Komast þér í nágranna. Veistu hvað gatan heitir? Ramsey Street er ekki lægir. Já, hvað átti ég? Ég veit ekki hversu vel... Hvernig heldur ég getið talið bara upp alla sem hafa verið í þáttunum með munni ekki hvað gatan heitir og ég get lofa því að það er engin gata í heiminum sem hefur lent í jafn miklu áfallum og sástu þáttinn þegar flugvélin fórst? Nei. Það var einhvern veginn greinlega búið að vera eitthvað verkfall í gangi eða eitthvað, að menn eitthvað ósáttið með launin eða eitthvað því að þeir ákvað að taka bara nánast alla leikarann og skipta þeim út með að hendi eitt gott flugslys. Þá bara svissaðist út nánast allt leikarann. Mér finnst vanta samt þessa nágrannastemningu á Íslandi. Nú? Já, þú veist, gerur einhvern veginn eitthvað með nágrannuðin? Nei, það er góð punktur. Maður er engur samskipt við nágranna sína. Nei. Maður er rétt svona enn að helsa þeim og svo maður farin. Já, það er aldrei eitthvað good shit barbecue eða neitt. Það er eitthvað sem Íslandingar með. Þarna eru nágrannir saman alveg all day. Já, reyndar nágranni minn, hann má eiga þá ef hann er að hlusta sem er mjög ólíklegt. Hann dró bílinn minn úr innkeyslunum minn í gær. Verður að fara að fá það jeppa.
Hjörvar, þessi Nissan, þú ert ekki að jeppa, sko. Eins og ég líka, ég hendi ekstra nokkru milljónum í bílskili. Mér finnst það alveg nokkra, þetta voru ekki nema nokkra milljónir. Já, klík fyrir Hjörvar Hafliðarsson. Já, þetta voru ekki nokkra kúlur. Það styttist í að við hringjum í hana Völu Grand sem að lendi í óskemmtilegu atviki núna í vikunni. Við erum með Tuðhóttni á sínum stað sem er komið með trailer og allt, brjáttbreki og fleira, þannig að það er nóg framöndan, en fáum þetta smá Snoop Dogg. Just wanna make you sweat. Snoop Dogg í dag í einhverju sweat remixi. Þeir eru að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957. Hjörvar Hafliðarsson eða Hjöppi K hérna með mér og mikið stuð okkur strákunum. Ég var bara að segja hérna Hjörvar frá stuttri frétt. En Tim Gunn, yfirdómari og heilinn á bakvið tískuþættina Project Runway, hann hefur nú upplýst að hann hefur ekki stundað kynlíf í 29 ár. Gunn sagði að honum finnst hann ekki vera minni maður þó hann viðurkenndi að hafa ekki stundað kynlíf í 29 ár og ástæðan sagði hann vera niðurlegandi kynlífsreynslu þegar þávinnandi elskugi hans gagnrýndi hann fyrir lélega frammistöðu í rúminu. Gunn sagði sambandið að vera mjög tilfinningaríkt og heitt og þegar því lauk mjög snögglega með ásökunum elsku hans hefði hann tekið ákvörðun að stunda aldrei aftur kynlíf. Já, þetta er náttúrulega ekki nógu gott, Jónas, sko. Nei, þetta er eiginlega bara svona hálf sorglega frétt. Þetta er bara alveg eins og ég fótboltanum. Ef maður á lélegan dag út á vellinum, þá vill maður fara sem fyrst aftur út á völl. Já, nákvæmlega. Þetta er, ég bara þegar ég las þetta, þá vissi ég að það var einhver maður sem að geti svara fyrir þetta, þá var þetta Hjörvar Hafliðarsson. Það sem að mér finnst sérstaklega gott við þetta er hvað þetta er grjótart nafn sem að gæja fikk. Tim Gunn. Þetta er bara svona eins og klámyndanafn. Já, ég veit að sko ef ég myndi leika í bíómynd myndi ég vilja að karakterinn minn myndi heita Michael Gunn. Michael Gunn? Eða eitthvað svona. Já, það er enda flott nafn. Detective Michael Gunn. En þetta er, það er eins saman ég ætla að ræða við. Það er, þú mátt ekki gefast upp þó lettir ykkur slæmri reynslu. Þetta er bara alltaf þegar þú ert lélegan bad day at the office. Já. Þá áttu þetta að rífa þig í gang og svara fyrir það. Já, ég meina það segir sér basically sjálft. Það svarar hvergi annars staðar fyrir þetta nema það út á velli. Nei, nákvæmlega. Inn á skeiðvellinu, menn það er hérna ég líka sko, hefði ég farið eftir þessu eins og hann, þá hefði ég bara gert það einu sinni þá ég þurfti að hætta þarna í júni einhvern tíma 95 eða 96 því það var sorglegt. Varstu þú bara lélegt hjá þér? Já, ég meina, ég var að minute man ég held ég að kannski náð mínútu á þess að íkja. En þú, hvernig var þitt fyrsta? Það var einhver bólu sem vildi að þegar myndin Speed var gerð það var gefins bólur og keypti bíó með það. Lætti mig bara úr öllum gallanum, fór í bólinn og gaf í botn. Ákveð það því? Það er bara eitthvað sem séð fyrir mér. Nei, það var ekkert merkjart. Það var eitthvað tíðan eitthvað. Hvað varstu gammal? Sko... Á hverju erum við í þessu? Þetta er snögt, ég er ekkert að vera krifið til mér það. Þetta er EM 96. 96, já, við höfum verið á svipum tíma. En það voru allir aðrir í skólanum búinu, sko. En það málið? Varstu sein þroska? Já, sein. Já, ég sko, ég veit ekki á hverju það var. Mér lá svona pínu á að því það voru tveir bestu vinir mínir, þeir voru búnir. Og mér fannst ég einhvern veginn svona minni maður, eins kjánalegt að hljómar í dag, sko. Ég lögði í öllum vinnum mínum að ég var búinn, sko. Já, ég líka. Og veist, af því að ég fór einhvern tíðan til Húsaukur, svo lögði í öllum að ég hef gert eitthvað slúðist þar. En það gerðist auðvitað ekki þar, sko. Ég lög bara einhverjum nöfnum. Einhverju stelpu á Búsavík? Já, þú veist. Já, maður getur oft tekið þetta bara, já, þetta er einhver stelpu á Akureyri. Já, ég er að segja því að það er svolítið neyðalegt þegar allir hinir eru búinir og þú ert einn eftir. Já, ég veit að ég var svona pínu því. Við höfum verið samfældið í þessu. Já, það er hérna niðurlega. Hvenær dettur í hérna fóla sem þú ert núna? Það var hrikalega fóla síðan núna, bara fyrir svona 50 síðan eða eitthvað. Já, þá byrjaði þetta. Þá byrjaði þetta bara. Já, erum við að fá stuttar auglýsingar og svo ætlum við að heyra í henni Völu Grand og Brjánibreka og svo erum við með Tuðhóttni og fleira, þannig að það er... Þú ert hálfviti? Nei, kallinu feskur. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Brynjar Már kynnir 20 vinsælustu lögin á landinu í dag. Og Erna Hrönn tekur á því helsta sem er að gerast í heimi frægafólksins. Þú getur tekið þátt í kosningu listans með því að skrá þig í FM Plus inn á fm957.is. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. 2 sigursælustu lið enska boltans mætast í elstu og virtustu bikarkeppni heims. Liverpool, Manchester United í beinni á Stöð 2 Sport á laugardag. Fáðu þér áskrift í síma 512. Samfélm kynir Man on a Ledge, mögnuð spennumynd með Sam Worthington og Ed Harris í aðalhlutverkum. I need you to believe me. Man on a Ledge, heimsfrumsýnd á Íslandi 27. janúar. Túborg kynir, kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Contact & Funeral treður upp. Húsið opnar klukkan 9 og frítt inn. Bjór á 450 og skot á 450.
Bar 11. Lífið hefst á morgun. Glamúrinn við útlandið var fljótur að fölna og heimþráin magnaðist upp með hverju árinu, segir Manuela Ósk Harðardóttir sem nú flutt heim eftir nokkur ára dvöl erlendis. Lífið fylgir Fréttablaðinu á föstudögum. Sena kynnir Tim & Eric's $1 billion movie í fyrsta skipti á Íslandi. Heimsfrumsýning á vottlegum Vodafone og Símans á föstudaginn. Tim & Eric's $1 billion movie. Sena, Skjár Bíó og leiga Vodafone. FM 95 Blö í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem Kredia.is. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Sem segir að við séum öll fætt til þess að deyja. Skemmtilegu boðskapur í þessu lagi hjá henni. Partílag svona á 50 degi. Þeir að hlusta hérna á FM 95 Blö og við erum búin að ræða við Hjörvar hérna við sem að vera að ringja í hana Völu Grand. Hún ætlaði að vera gestur þáttarins en er heima veik og já, hún komst í fréttina núna í vikunni. Og þetta var nú mest lesna fréttin á DFF. Það var stóð að Völu Grand hrósaði í sturtunni. Hún kom bara að mér, sem sagt Vala Grand var í sturtu í vörklass og það kom einhver kona að henni sem hún þekkti ekki neitt og sagði bara, ó guð, vá, þetta er svo flott. Maður er búin að pæla mikið í þessu sko en ég trú ekki að það verið skauði hérna áður, sagði Vala Grand í samtalið DFF. Völu var nokkuð brugðið eftir atvikið. Ég var bara í sjokki og var ennþá með sjampó í hárinu og sagði bara, takk. Svo var hún bara farin og ég sá hann ekki betur. Maður fær ekki að þrífa á sig píkuna í friði. Þetta er ógeðslega óþægilegt og ég hef ekki lent í þessu áður. Ég er bara nýbyrjuð að þóra að fyrir sund og svona, segir Vala Grand. Þetta er eitthvað sem þú hefur lent í, Hjörvar, í sturtu í völklass. Hefur eitthvað komið til og sagt, ég held að Vala sé að ljúga. Jú, reyndar, en hérna, ég held að Vala sé að ljúga. Ég var aldrei síðan hana. Í völklass? Já, ok. Hún er bara að ljúga þessu. Já, heyri mér henni. Já, ætlum að heyri henni. Herðu maður. Ég ætla að saka hann um það. Ok. Gott að svona saka gestinum líi. Nei, gestinum. Nei, við erum að djóki henni. Maður sjá, herðu, hvað ekki. Þú náttúrulega með allt saman klárt. Auðun er hérna að ringi í stelpuna. Já. Til hamingju. Þarna ekki benn. Þú er komin í samband við vinsælustu konu landsins. Já, hún er svo fyndið. Ef þú ert glæsilegur kallmaður. Smá flipp hana. Smá flipp í gangi. Ef þú ert ríkur kallmaður. Vitt á 4, 5 og 7. Ef þú ert mjög seita putta. Ná, hún er búin að segja henni hengi hérna. Spæði hún sjórum það að fara eiga. Kannski að því að, þú veist að því þetta leininum er Vala? Hæ. Hæ, hvað segirðu? Allt er fína. Það ekki? Já. Hvað, ertu bara heima veik? Já, reyndar. Hvað kjaftaði það? Er ég beinni það? Já. Ok, hvað er með þig? Hjörvar hérna, hérna. Bless og sæl Vala mín. Ég segi gott, hérna, hefur þú farið að veikjast meira eftir þú varst kona eða? Mætti að halda það, já. Já, það málið. Mætti að halda þessi blessa, já, genastinu bara... Ok. Hvað er það? Bara eitthvað flensa eða? Eitthvað bara, ég veit það ekki, bara Lissi kom með þetta en daginn og ég bara... Ok. Það vist eitthvað flensa að ganga? Ég held það bara. Já. En við vorum að lesa, þú komst í fréttina hérna í vikunni. Oh my god, já. Man greinlega má ekki skrifa neitt lengur á sín einn Facebook-status, skrifa. Já, ok, varstu með þetta á Facebookinu einu? Já, ég meina, ég vildi bara svona segja þetta við fólki, eða bara... Þetta er fyndið. Þetta er ógeðslega fyndið, ég meina, þú veist hvað manneskja lendir í því alltaf eru bara kinka kolli henni þegar það er í styrsti eftir leikfimi, bara hei, það síkana þér, maður bara, what? Og með sjampó enda með hárinu, maður alveg bara, já, ok, takk. Það fórst í kerfi? Ég fór algjörlega í kerfi, sko. En nú kannski ert þú einn af fáum sem að hafa samanburðin frá kallaklefunum og yfir í kvennaklefunum. Hvort er meiri stemning kvenna kallamegin? Veistu, langt því ég fór í kallaklefan, það var alveg bara því ég var eitthvað 5. bekk, held ég. Já, ok. 5. bekk. Varstu ekki að fara í sund og leika með og svona? Ég var með sérklefa í sundi. Menni gert því? Nú varstu með? Ég var með sérklefa í sundi og í leikfimi. Ég veist það ekki. Ég hefur nafnið sitt, sko. Lúksus. Já, hvað varstu bara einn þar bara í góðu chilli? Já, ég fekk að, og stundum það áhundi kerfi breyttist þegar pabbi talaði um eitthvað skólan þegar ég var í þessu stöð og var spjörfætt og vildi endilega ekki sjá tillingana á þessu strákum hennar, en já. En þá fekk ég, það var búið til eitthvað smá svona klefi handa mér sem ég gæti farið. Já, ég skil. Það var búið til klefi handa mér, ha? Í klefi? Í Keflavík, segi ég. Já.
En hvað hérna, þú segir hérna í viðtalinu að þú sett bara nýbyrju að þóra að fara í sturtu og svona á almenningsstöðum eða þetta eitthvað? Manstu þú sást mér í sporthúsinu í dag? Ég fekk að fara í eitthvað svona klefa þarna. Hvað er þetta alltaf bara eini í einhverju sótkví eða hvað er í gangi? Ég er ekkert eitthvað sharing this, ég meina hello, ég var að viðkenna manneskja í mínu stöðu og sem óbyggbært, búin að vera í óslega mikið sviðsljóstur og búin að fara í kynleiðréttingu. Þetta eru margar stelpur sem fá sjensin að þessum með forvitning hvernig þetta lítur út. Það segir sér sjálft. En hérna, upplifir þetta þannig eins og konan sem að kommenta þarna á þetta, var hún að reyna við þig? Nei, ég held hún var ekkert að reyna við mig, ég held hún ætlaði bara að vera óslega næs held ég þessi kona fór svolítið alltaf hjá henni. En þetta er kannski bara eitthvað sem við Íslendingar megum taka okkur bara til fyrirmyndar að fara að hrósa okkur stöðru bara svona, til hamingju með titlingina þarna félag, þessi er flottur, takk fyrir það vinnur, þinn er bara flottur líka. Nei, er það ekki svolítið dónalegt, þú veist, man vill vera í privacy en samt, ég menna, man er kannski ekkert mikið private manneskja, maður ætti nú að geta haft... En ákveð á það að vera eitthvað feimnismál, ef einhver vinnuðin er búin að fara í klipping og lítur vel út, þá hrósar hún. Er ekki þetta hrósa fyrir besta mig? Þetta er ekki alveg saman, strákar. Þetta er ekki það sama. Ok. Já, ég veit hvað það fara. Hættum við þessu bytta. Þetta er ekki það sama. Þetta er svolítið spes atrið sem er að gerast. Já, ég er saman. Það er samt ekki að fyndið. Ég veit ekki margir sem lenda í þessu allan. Nei. En hvað, heldur þú verður þetta til þess að þú fáir aftur þinn eigin klefa eða ætlar að láta flakka bara? Nei. Ég ætla bara, þú veist, halda áfram og vera ég og fara bara í hvernig klefan. Ég er bara ekki búin að fara í ræktina eftir þetta síðan. Ég er bara svona, traumatized, maður bara, Ég var nú eitthvað að saka þau, ég hef ekkert séð þig í ræktinu. Hvar ertu í ræktinu? Ég er nýkomin núna í work class í Hafnarfirði og fór þetta var fyrst getið sem fór í laugu. Ég vildi endilega prófa að fara í laugu og fara svo sund eftir á því ég er búin að tala um það hvað er gaman að vera að lyfta hérna og við ákvæmum að fara að lyfta hérna saman. Já, þegar þú lendir í þessu? Og svo alltaf lendir maður í þessu. En þetta, ertu ekki full dramatísk að tala um að lendi í þessu? Þetta er nú ekki eins og þetta að vera eitthvað hrikalegt. Nei, þetta er ekki dramatísk. En samt ég er bara að segja, hætti þessu eftir ykkurlega. Men samt sýstu, ég alveg, ef þið lendi í þessu, myndið þið ekki vilja frekar að þú veist, að því sem er privacy að þið eru komin úr rættinu og vilja bara vera svona, ok, styrstu með öðrum, mann er ekkert að horfa að prófa öðrum fólki eða og rósa þeim. Nei, en ef einhverju... Og er það ekki svolítið óþægilegt allt en þú veist ekkert hvað að gera einhvern manneska kemur og rósa þeim fyrir prófa það er. Jó, en mér finnst þetta nú ótrúlegt væl í þér vala. Þetta er ekkert væl, ég bara var að segja þetta í Facebook, ég meina, í væl, ertu að grínast í mér? Ég er að grínast í þér. Ekki vera að láta vindaðu upp. Nei, þú veist, you're not on the wrong tree hérna. Ég veit það. En hvað er annars að frétta af gröndinni? Hvað er að frétta? Og lítið, ég var bara að rífa kæft í DFF hérna, ég veit ekki hvað ég var að gera, greinlega, ég veik, Já, heima veik bara. Einhver koni, þú heitir ekki Grand og bla bla bla, mannstu, ég var hjá okkur eins og fyrir, 3 árum. Það hafði mér hérna Grand Gregorius og þetta, já. Og ég var bara, ok, þessi koni hlýtur að þykja að vita betur þetta, því, þú veist, ég heit Valur Grand Gregor og var skýrður Valur Grand Gregori, svo spartnænsku, svo að segja Grand er ekki nafnið mitt. Já, það er náttúrulega fáránlegt. Það er kjaftaði. Algjörlega, hvað fólk leifir sig að steipast og þykja svo veit ekki hvað þeir fá sig upplýsing. Þetta er glórulaust. En hvað er þetta að vinna þess að dag? Ertu í skóla, ertu að vinna, hvað er þetta að brasa? Ég er nýbúinn í skóla en nú er bara, ég veit ekki hvað mér langar að gera. Mér langar ekkert mikið að vera að vinna áttur í sviðsljósunni. Nei, á að draga sig úr sviðsljósunni núna. Já, mann er komið með svona family, maður vill ekkert vera að draga kakkan heim í þetta, ég veit það ekki. Já, flott hjá þér, flott. Já, gott. Hvað er þú að meina? Já, algjörlega. Þetta er alltaf allt annað mál þegar það er komið börn í spili. Þokkalega og vera stjúpmamma. Já, hvað ertu stjúpmamma? Hvað ertu með, 2 börn, 3 börn? Reynda 3 börn og 1 mútin ára óling. Já, ok. Hvernig ertu að handla ólingin? Herri, hann er bara gæðið töffari maður. Hann er svo, líka pappa sinni gæðislega, hann er bara, við verum ekki að tala um að þykja til að vera töffari, hann er töffari. Já. Ég trúi því. Ég sagði líka við daginn, sko, ég vil ekki vera fucking tengda amma eitthvað á 26 ára aldri, so use condoms. Já, þú ert að tryggja öryggi á oddinn hérna hjá honum. Já, þokkalega, maður þarf að gera það. Það verður gaman að þú væri án amma, tengda amma. Nei, ekki Stjúpamma. Amma Grand. Já, Amma Grand. Jæja, Vala, það var gaman að heyri þér. Við skorum á þig að drífa þig bara sem fyrst eftir rektina. Þetta er eins og þú dettur að hestbaki og þú drullar aftur á hestinn.
Já, ok, þú þurfum að segja þessi feita. Nei, það er enginn að segja þessi, þú ert orðið svo rosalega mikil kona, sko, það er bara... Það er bara strax heldur við sem að segja þú sett feit og eitthvað. En það er gaman að heyri, sko, samt. Ok, bye. Já, hlustendur þar hafið það. Já, alltaf gaman að heyri í Völu. Og talandi að gaman að heyri í ykkur, þá er Brjálbyrgi hérna rétt handa á hodni. Já, FM 957 og þú ert að hlusta á... Ég er að geta, sorry. Þú tróðfulla munnin, maður. Ég veit það, ég er í heilsuátaki. Já, og þá áttu ekki að vera að geta allan. Þetta er eitthvað eplið sem út að borða, ég geði það. Hvað, ertu búin að skama hvað er það? Djók, segðu djók. Þú gerði það alveg. Já, þú ert, já, ég sé það. En þú ert þetta, það er allt annað að sjá líka andlitið þér. Herðu, spýtu svo þess að það sé að tala við þig hérna. Herðu, já, þeir eru að hlusta hérna á FM 95 og það styttist í að við tjekkum á Brjáni Breka. En það er Eurovision á laugardaginn, Hjörvar. Það er vantilega ekki farið fram hjá. Ég hitti mannin sem er að fara til Azerbaijan. Hérna, hann er á göngunum minna frammi. Já. Herbert Guðmundsson. Já, kongur. Hvað kannski ekki doblaði hann eitthvað inn, eða? Ég ákvaða að leifa hann að vera þarna frammi. Hann er þarna skellirhlæðandi frammi. Já, hann er að segja eitthvað gutt sitt sögu. Já, og hann er sigurviss eins og við. Já. Og auðvitað kjósa allir hlustendur FM 95 Herbert á laugardaginn. Já, ég er búinn að vera að stimpla á oss alla vikuna, sko. Og hérna fyrir ykkur hlustendur sem er að hlusta í fyrsta sinn núna, þá erum við að tala þetta hérna lag. Það er nú ekkert flóknara þetta. Shit, hvað er gott maður. Já. Og heyrðu það bara strax á byrjun. Strax frá fyrsta tón grípur þetta mann. Þetta er snillingur. Þetta verður... Ég hlakka svo til að sjá þetta á sviðinu í Azerbaijan. Vera, veist, gott viður úti. Hann er víst klár með eitthvað rámdýran enskan texta á þetta lag, sko. Er það málið? Hann mátti ekki syngja ensku í undarkenninu. Nei, ég veit það. Heldur þú að Herbert hugsi þetta eitt skrif heinu? Nei. Hann er búinn að hugsa þetta alla leið. Herru, þarna þetta bítið inn. Hann er núna, þú veist, ég veit til dæmis að hann er núna að pæla er ekki harpan örgulega laus þennan annan laugardag í maí 2013? Nú án grín. Við getum ekki haldið Eurovision í Hörpunni samt. Jú, hvað er alltaf að halda hana? Kórnum? Egilshöll eða eitthvað? Kórnum. Það er náttúrulega, þú veist, kórinn er náttúrulega besta húsi. Þetta er ógeðslega flott, en sko, mér finnst þetta hrikalega flott lag og það verður flottari hversins sem ég heyra. Já, ég meina. Það er líka bara, ég held að flestir Íslendingar hljóta að vera sammála því. Ef einhver maður á skili eftir allt sem hann hefur gert fyrir íslenska tónlist að fara nú til Azerbaijan, þá er það Herbert Guðmundsson. Ég meina, þjóðin á inni, þú veist, hann á inni og þjóðinni. Það er bara þannig. Hann er búin að leggja inn. Já. Nú er komin tími til að við kossum kallin út og það er líka sko, veist, hversu skemmtilegur heldur að hann verða á blaðamannafundum ána? Nákvæmlega. Hann á eftir að snúa öllum bara á sitt band á nú leitni, sko. Ég meina, það var alltaf að tala um eitthvað Olsen-bræður væri sjarmerandi, þarna gömlu dönsku hundarnir hérna. Já, það er óþólandi. Það er óþólandi hliðin á þessum gæja. Já. Ég meina, hann mætir hann. Hefur einhvern tíðan heyrt Herbert Guðmundsson neikvæðan? Aldrei. Nei. Hann alltaf jákvæður. Þannig að þetta lag, það er 999.01 á laugardaginn. Næstkomandi, þá er Herbert Guðmundsson í Eurovision. Ég var að spá hvort hann ætti ekki að taka upp nafnið King Herbert. Já, Herb King líka. King Herbert. Það var hljómar þetta eins og einhver breskur kóngur. Já, það er líka skemmtilegt með nafnið hans, þetta leika sér mjög mikið með. Herbie G. Já. HG. The G-Spot. G-Spotinn, það er enda rándýrt nafn. The G-Spot. Já. Búist allir við einhverjum úrlingi. Já. Sem er Herbert Guðmundsson. Hann er enda, sko, sérðu líka alla myndirnar hérna. Hérna er myndirnar öllum flytjandunum sem eru að syngja á laugardaginn. Allt svona bara eins og þessi verið að búa til nýtt ökuskiptinni fyrir liði. Nei, Herbert Guðmundsson með blá kringlótt sólgliru. Hann er svo flottur og hann er búin að vera í aðhaldi á Garðari Sigvalda sinni núna heil lengi svona hann talar oft um. Já, og hann er líka, það er annað með Herbert sem maður má ekki gleyma, hann kann öll triksin í bókinni. Hann fer ekki á taugum upp á sviði eins og er allt of oft gest með Eurovision faran okkar. Það er ástæðan fyrir við höfum aldrei unni Eurovision. Við höfum aldrei sendt neitt Hvert er þitt uppáhalds Eurovision lag? Íslenskt? Já, fyrir að sér. Besta Eurovision, það toppar náttúrulega aldrei neð stjórnina. Við vitum það alveg báðið sér. Eitt lag ennþá eða? Auðvitað. Ég er náttúrulega harðasti Greta Sörvarsmaður á landinu. Finnur ekkert harðari aðdáanda Greta Sörvarsmaður. Við veist það ekki. Ég dýrka á. Ég dýrka stjórnina. Hefur eitt lagið, þau spila Jatsi og krakkar í bíó og það. Krakkin fæst leikjó? Já. Það var ekki vel lag. Þannig að það er þitt uppáhalds? Auðvitað. Er eitthvað annar lag sem getur greina það? Nei, náttúrulega All Out of Luck lent í öðru sæti og Is It True lent í öðru sæti og svona. Það er ekki eins góð lög. Nei, þú vilt menna það. Þetta er allavega mitt uppáhalds Eurovision lag þess að dagana, Herbert Guðmundsson. Við ætlum að fara hérna í örstutt auglýsingar og heyra svo í Brjáni Breka. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar.
sannkölluð sófastemming í kvöld. Þú átt það skilið. Fáðu áskrift að Stöð 2 í síma 512-5100. Stöð 2. Skemmtilegri. Sena kynnir Tim & Eric's $1 billion movie í fyrsta skipti á Íslandi. Heimsfrumsýning á vottlegum Vodafone og Símans á föstudaginn. Tim & Eric's $1 billion movie. Sena, Skjár Bíó og leiga Vodafone. Subway hefur opnað nýjan og glæsilegan stað á Glerártorgi í Akureyri. Subway, 20 staðir á Íslandi. FM 95 Blö í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Svona vil ég öll lögin á þessari Stöð 7. Ég að fara að taka einhvern fund með þessum tónlistjóra. Bara svona lög á þessari Stöð. Þú varst bara að byrja að dansa hérna. Þetta líka vangið vel að. Já, þetta svona, við förum í flottulega-keppnina eftir. Þar keppum við með lagi Hvor flottara, svo tuðhotni hérna líka rétt handa við hotnið, en það hins vegar komið að manni sem að fólk annarkvort elskar eða hatar. Það virðist ekki vera neitt millivegur þar á. Hann eins og ég segi, mjög vinsæll hjá sumum og aðrir sem að þóla hann ekki. Þetta skemmtikrafturinn Brjálbreki og það oft svona með þessar snillinga, þeir eru annarkvort hatar eða elskar, það engin millivegur þarna á. Og ef við ekki bara tjekka á honum, hringi hann. Já, það í helvitis kvikindi. Já, maður sjá, það hringi hann. Býta aðeins, bestari. Hæ? 1-0 fyrir mér. 1-0 fyrir þér. Sælunu, hvað segirðu? 1-0 fyrir mér. Nú, hvað er það að brasa? Ég að kúka. Já, ok, skemmtilegt. Hvað er að frétta þér, gamli? Ég ætla að standa upp. Ætlar að? Það standa eins upp, ég ætla að fara... Já, á ég að ringi þú eftir bara? Nei, tökum þetta bara núna. Viltu ekki þrífa um hendunar og eitthvað? Nei, ég ætla bara að labba þess og aðtöku hvort ég get ekki hnúða það í 2-0. Jésús, já, ok, hvað er að frétta þér? Þetta ekki brattur? Þú veist hvað ég kalla að kúka, tefla upp háan. Já, það er skemmtilegu brandari. Já, hvað segir þú mikli meistari? Ég góður bara. Ekki? Já, alltaf feskur. Ég var að pæla í hérna því að þú seppi þig þekkjur og alla. Já. En maður færi þetta klamindíudæmi. Getur þið eitthvað redda mér kannski sem töflum? Getur við sveppir? Nei, farðu bara til læknis. Já, ég veit að Svepp kóngurinn, frændi minni með hann í völklass. Já. Ég var að spáði hvort að hann geti kannski tala við hann og hann kannski þekkir einhverja því ég vil ekki vera að fara hann til læknis að því að... Hvað, okkur ætti Svepp að þekkja það eitthvað? Þú bara tala við læknir og færði eitthvað við þessu. Verði ekki að blanda okkur inn í þetta okkið? Nei, ég veit að mamma vina mín er læknirinn og ég vil ekki vera að fara til hennar. Ég líka á við þannig að það var í drullu netti ef þið myndir þetta þessu. En ég bara tvær töflur, ég fekk svona líka daginn. Nú, hvað ertu alltaf að fá klamyndíu? Kærastinn oft með einhverjum öðrum gaurum og eitthvað. Já, fallegt. Og hvernig var að hætta bara með stelpunni þá? Þá ertu ekki að lenda í þessu vesinni? Rólegur. Hæ? En það brá öllum frekar mikið þegar ég sagði mig að fara í 3 bíó. Nú, hvað varstu helgina eða? Nei, ég fór í 3 bíó. Fór klukkan 6, 8 og 10. Horfði á myndirnar, faldi minn á klósetti og fór svo aftur í bíó. Fór þannig fyrir Ísvars. Það nú bara þjófnaður. Þú ert að borga? Já, það er nett að sjá 3 myndir á verði einna. Já, þú ert að borgað inn á alla myndirnar. Nei, ekki á felurinn á klóarannum. Já, það er bara sorglegt. Þú ert bara að stela bíónu þá. Já, ég veit, ég átti bara ekki manni. Nei, þá ferðu bara 1 bíó. Já, ég fór samt í 3 bíó. Sá alla myndirnar í bíónu. Já. Til hamingju með það. Já, svo var eitt sem ég segir svolítið núna í uppistandinu. Frændi minn var að flytja til Færeyja. Já. Hann núna orðinn gildur limur í rýðingaklúbnum. Ég náttúrulega heyrði að þessu, dreif mig til Færeyja. Þá var þetta bara eitthvað helvítis hestamannafélag. Já, það er náttúrulega aðeins öðru í þessi tungumálið þar. Já, þannig að það var svolítið fúlt. Já, við hverju bjóstu? Ég veit ekki, ég bara, mér finnst það svo gott að ég ákveða að drífa mig. Já, og það var ekki ágætt samt. Hvað er málið með kettlingar og að festa sig í snjó? Halló? Fengur ökuskiptin í Hominot-seriósbakka? Herðu, það er ekkert bara konur sem er að festa sig. Ég festi mig nú bara sjálfur í morgun. Ég veit það, þetta er bara djók. Fengur skiptin í Hominot-seriósbakka eins og það sé við létt af ökuskiptinni. Já, ég náði alveg djókinu, en það er fólk að festa sig bara í færðinu og svona.
En hvað að gerast hjá þér, elsku kallinn mín? Ertu komið gellu? Ég komið með? Nei. Já, ég var eitthvað að lesa 7.1, eitthvað að fá þér eitthvað candy með einhverju gellu, stóðu í 7.1. Já, ég var nú bara að fá mér... Kannski gefið henni síðan eitthvað alvöru candy, eða? Nei, ég var nú bara með systir minni að fá mér nammi. Nú, ok, stendur eitthvað að vera með gellu á föstudaginn, eitthvað að fá þér nammi? Já, nei, ég kannast ekki við það. Ok, þannig að, ég ætla bara að tjekka á þér. Já. Þú veist hvað ég kalla hérna litla vinn minn. Hvað þú kalla? Ég kalla hann The Magic Stick. Hvað eins og 50 Cent á það? Nei, ég byrjaði á því. Ég kalla þetta The Magic Stick. Hættu þessu Brjálbreki. Þú varst ekkert að byrja á því. Það er lag með 50 Cent sem heitir The Magic Stick. Ég veit að ég bjó hérna í Bandaríkjunum þegar ég var 16 og það byrjaði ég alltaf að tala um... Kæftaði maður. Það byrjaði ég alltaf að tala um Magic Stick. Sko ég er að reyna að hringja upp á að fá eitthvað gott grín með þú ert alltaf ljúandi bara einhverju. Nei, þetta er ekki lygi. Ég bjó í Ohio. Ok. Pappi var að læra þarna að gera flugvélar. Já, ok. En Öddi. Já. Veistu hver er munurinn á kynlífi og legoköpum? Kynlífi og nei. Vilt þú þá ekki bara leika þér áfram í legoðinu og ég skal sjá mitt? Já, það er svo góður hér. Það er svo góður. Já. Þannig að þú ert svona brattur. En svo gerðist það daginn, sko. Að ég satt þarna hjá félaga mínu sem var eignast lítið barn, bara eins og Sveppi daginn. Já, nú fólk eignast barn allan bæ. Já, ég veit að því að Sveppi var líka eignast barn daginn, það var sem þetta svolítið cool. Já. Og ég satt þarna nefndi náttúrulega ekkert að hlusta á neitt með eitthvað tala, nema eitt hann segir, þetta er algjör dúlla, hann er satt alveg eins og hundur í framann. Þá sagði ég, það kemur ekkert óvart, en það eru fóreldrarnir alltaf að gera það doggy-style. Ég tjekka betur á það eftir viku, það var gaman að heyri þér. Fattar ekki þennan? Fattar hann ekki það? Auðvitað fattar ég, þetta er bara skelfilega daburt. Fattar ekki brandarinn eða? Jú, ég fattar hann alveg, ég bara tjekka það setna galli. Ég er ekki alveg í stuði fyrir því. En ég er með skemmtun helgina. Nú, hvað er þetta að skemmta? Ég er að skemmta á mömmuðin á laugardagskvöldið. Þegið það. Það er milli 1 og 3 og nóg. Haltu kjafti, ég beði að heilsa þér hérna við bjóðurinn. Ég verði á mömmuðin. Hættu, þú verður ekki til mömmu minni, verður ekki að þessu bulli. Ég er að fara að skemmta þær, það mistir aldrei í nóttu. Þegið, bæ. Hérna með ykkur á þessum Thirsty Thursday eins og það kallast. Við erum að detta heiti fílingstrákarnir enda 50 ára styttist í helgina. Allt að gerast Brjálbreki, við byrjum að heilsa honum. Hann var bara hálf tónalur í dag kallinn. Já, svona gekk í stríkjum eftir. Já, hann á það til. Hann reyndi að senda mér SMS á hana þegar hann breytti að vera eitt í puttanum. Já. Spila hérna fingur með Írafár. Já, fyndið. Ákveður að tekja veist það, Hjörvar. Ég ætla bara, hér eftir, þá ætla ég ekki að segja þér að mér líður illa einhvers staðar. Eða er eitthvað að. Þú gerir alltaf bara lítið. Nei, þetta er bara að vera svona úlfur. Þú ert alltaf vælandi. Ok, yfir hverju var ég að væla síðast? Yfir hverju varst að væla síðast? Já. Það hefur verið... Já, þú mannst það ekki eins og því? Það er svo langt síðan. Þegar ég var fór með þér á hverju veina stegi að taka á því, þá varst alltaf með, það var alltaf eitthvað. Það er bara öxlinn á mér, já. Það er allt annað. Þetta er eina sem háum mér í my daily life núna, sko. Frábært. En herðu, það styttist hér í tuðhotnið og flottulagkeppnina. Ertu tilbúið með flotta lagið þitt? Já. Nú, hvað ertu ekki með 2 ósigur á bakkinu? Jú, þess vegna ætla ég bara að koma með eitt örugt núna. Þegar maður lendir svona í hotninu, af því að þú ert náttúrulega með þína menn þarna út í bæ. Hvað bara ringi alltaf, bara einhverja, þú veist, pappakassa. Nei, ég er búin að tapa tvisvar fyrir Pétur í gar og ég reynda vann Pétur í gar. Ok. Ég var reynda til að keppa því í karaoke einhvern mann. Kanntu eitthvað að syngja þér? Ég hef aldrei heyrt þig syngja. Ég hef aldrei heyrt mig syngja. Ég söng aðeins í vinstasta lagi ársins árið 2011. Tók erfiðustu tónuna. Já, eftir 9 fyrir blöðlagi? Já. Það er að stoppa eitt góka en þessu bara, þetta er erfiðustu tónunni hér og þú ert ekki mál aður við þetta. Og ég bara, já, ég get alveg farið svona hátt. Ég get farið þess hátt og við viljið. Hvaða tónar voru það áttur?
Já, þetta er gullrödd. Herðu, hérna, ég ætla að spyrja einu, ertu með eitthvað fettis, Hjörvar? Nei. Nei, þú ert ekki... Jú, ætti ég að fara að segja það bara í útvarpinu? Nei, ég meina, fettis, ok, nú spyr ég er ekki að fíblast núna. Fettis, er það alltaf neikvætt? Það er maður með fettis fyrir ykkur. Fettis? Já. Er þetta neikvætt orð að vera með eitthvað kynlífs fettis? Ég er með fettis fyrir hérna brauð með banana. Það er geðveikt. Og hérna brauð með sílungi og ískald súpudós með. Já, brauð með laxi líka ógeðslega. Já, sílungi er betra sko. Já, það er þá að vera að handtaka þetta mann sem var með hvorki meirinu minna. Hann er 48 ára gamall. Hann fannst með 18 nærbuxur í skottinu og svo þegar það var að fara heim til hans þá var hann með 10.000 pör. Þetta er maður sem har búin að vera að fara þarna fylgið sitt að stela nærfötum af kvenfólki. Þetta fattaði ég ekki sko. Nei, og hann er víst, fettisinn hans er sá að hann stelur nærfötum af kvenfólki og þefar að þeim. Þetta er svona hálf ógeðslega frétt en svolítið ósmekklegt, en þess vegna ég ætlaði bara að spyrja, þú veist, ég er ofta að lesa, koma margar svona fréttir og mér finnst það rótt bara eiginlega kjánalega til að fjalla það, en það virðist vera mjög algengt að menn eru með svona skrítna fettisa. Ég hef eitthvað, en þú veist, eins og ég þekki sumar sem eru með svona fótafettis og eitthvað svona, það er 0 fyrir mig. Já, tær og eitthvað. Já. Manstu eftir hérna myndinni Kannski að ég er svo ógeðslega tær sjálfur. Já, ég er með rosalega fallega tær. Nei, þú er ekki með fallega tær. En hérna, manstu eftir Eddie Murphy í myndinni Boomerang. Já. Hann var alltaf sko tærnar oft. Já, hann var mikið nákvæð á dagslónu, sko. Þetta er, ég hugsa að það sé svona algengasti fettisinn. Það eru tær. Nærbuxur. Já, og skór reyndar. Maður hefur séð menn sem eru að þefa skóm hjá konum og safna þeim. Ok, hvað er það? Er það gæri bara króknum? Það er bara pabbi. Maður er oft séð það. Það er eitthvað svona skófettis og eitthvað svona. Nei. Þannig að það er algengur fettis. Ok, já. Hefur aldrei hefst það? Nei, ok. Þannig að þinn fettis er brauð með bönunum. Já, og brauð með sílungi. Brauð með sílungi. Og súpudós. Ok. Er það besta sem þú fæðir? Það er eitt dag. Gríðarlega áhugaverð umræða hérna. Herðu, við ætlum að hendi eitt lag og svo kemur að töðhorninu og við erum eins og konum með rándýran trailer fyrir töðhorninu, þannig ekki missa því. Hins vegar komið hérna söngkonur sem að virðist, syngja ekki neitt annað en hvað fyrirvændi kærastennar hafa farið illa með hana. Ég veit hverju þetta. Ekki Adele. Nei, hver er hinn? Katy Perry. Nei, hún er alltaf... Geðum ég ætla að geta þetta. Ok, hún er að rocka á milli í þyngd oft, þessi stúlka. Hún stundur feit og stundur bón. Já. Janet Jackson. Nei. Fuck. Hún er alltaf að tala hérna með kærastanna sína og eitthvað svona vesen. Rihanna. Nei, hún er aldrei feit. Nei, ok, hún hefur unnið Idol. Kelly Clarkson. Hérna er hún að syngja með eitt gaur sem að hætti með henni og kalla lagið... Ég er góður í öllu svona. Mr. Know-It-All. Ertu góður í öllu svona? Ég er að mata þetta. Mr. Know-It-All. Ef það er ekki, veist, mér finnst einhvern veginn öll lögin en að fjalla með eitthvað svona. Já, ok. Ég hef aldrei pælt í neinu lagi sem þessi stelpa hefur gert, sko. Þú veist, þú veist þá sem þykist allt vita eða, veist, I never stayed too far from the sidewalk. Eitthvað because of you og allt eitthvað svona. En ræðum það ekki meira, við ætlum að fara hérna í örstuttar auglýsingar og svo er töðhornið, þannig að nú er að gera að hringja 511-0957 og við viljum heyra eitthvað alvöru töð hérna eftir, ekki satt, Jórar? Jó. Já, þannig að undirbúið okkur töðhornið hérna rétt handa við horni. Morgunþátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Ég er mitt í grænni skyrtu, ég pikkfesti mig á þann. Það var eitthvað því að skapnum var 2,5 fyrir framan mig og það var eitthvað í harið fastur í honum. Og ég sit út í bíla því að ég er í skyrtu. Ég meik ekki að fara inn strax að ég svitnaði undir brjóstunum, sko, þegar ég var inn. Þannig að það var 2 blettir hér fyrir meginn, sko, en ég er svona hringi hérna á planinu til þess að viðra mig. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Stærsti skiptibókamarkaður landsins er í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabittir, best fyrir svanga. Hleðsla frá MS, próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Nú með kókos og súkkulaði. Hvað vilt þú láta binda þig? Á höndunum, fótunum eða í 12 mánuði í ræktinni? Slepptu kjaftaðinu. 2,990 á mánuði og engin binding. Skoðu málið á reebokfitness.is. Viðgerðarþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is.
Vantar í smá pening akkurat núna? Hjá Hraðpenningum getur þú fengið 10 til 40.000 krónur. Svona. Sendu SMS í 1917 eða kíktu inn á hraðpenningar.is. Hraðpenningar.is. Upplýstum núna. Sportið á Vísi. Ferskar fréttir úr heimi íþrótta. Allt sem þú þarft að vita leið og leikir klárast. Glæsileg boltavakt í beinni útsendingu og allt sem þú vilt vita enska boltan. Taktu Vísi á hverjum morgni. Meiri Vísir. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá Club Fit málið fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Skjárbíó og leiga Vodafone. Vælikjóinn Jason Derulo með hið stórkostlega lag Fight For You. Skemmtilega tónar, en herðu, það já, nú þarf fólk að grípa upp símann og hringja í 511-0957 og ekkert bara hver sem heldur þið sem hafi eitthvað gott tuð fyrir okkur því að það komið að tuðhorninu. Tuðhornið í FM 95 Blöð. Á ekkert að fara að moka göturnar. Strákæs, stelpæs, hommæs, veitu hvað endar þetta allt saman? Ef þessu ekki breytt þá drepjum mig. Hvar endar þetta allt saman? Hvar endar þetta allt saman? Þetta vanhæf ríkisstjórn. Af hverju fá konur í viðskiptalífinu ekki meira umfjöllun? Það vita það allir, hann hálfviti. Hvernig getur Luis Suárez fengið 8 leikja bann fyrir þetta? Já, við garbaðingar heimtum úrbætur. Ég læt alla vini mín á Facebook vita ef þessu verður ekki breytt. Hann bara tónalegur. Erum við öll að borða innasalt? Nei, strákar, nú haldið þið kjafti. Síminn 511-0957. Það rétt 511-0957, það komið að tuðhorninu mikla og já, nú opnaði fyrir símann. Skulum fá hérna fyrsta hlustanda. Tuðhorni, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú? Ég nokkuð góður bara. Það ekki? Nema þegar ég fyrir að hugsa það sem ég ætla að tuða yfir, þá verð ég strax frekar reiður. Ok, hvað heitir þú? Alexander heiti ég. Sæll Alexander, yfir hverju vilt tuða? Sko, ég veit að maður á gráa svæði þegar maður gagnrýnir duglega stráka, en ég frekar fúll út í íslenska handboltalandsliði í heild sinni. Ok. Það að tuða yfir íslenska handboltalandsliðinu? Ég neyðist bara til að gera það. Ok. Þeir gera í því á hverju ári að skapa væntingar og standa sem betur fyrir stundum undir þeim, en í ár bara skýtu þeir gjörsamlega upp á bak og mér þótti það mjög mjög. Er það ekki bara vitla að segja þér? Við unnum hérna 2 leiki, kannski einu liðin sem voru slakar en við, en liðin sem við töpum fyrir er einfallega betur en við í handbolta. Já, er það eitthvað sem við erum búin að vera að segja að við séum meðal bestu handbolta fyrir heimi? Það sagði það enginn fyrir þessa keppni. Það sagði það enginn fyrir þessa keppni að við varum meðal bestu handbolta fyrir heimi. Bara því að vanta nokkra stráka, við þá bara sætt og... Að því að vanta nokkra stráka, það 7 menn í handboltaliði og það vantar 2 af kannski 4 bestu. Er það óeðlilegt að vanta eitthvað í liði? Meina Slóvenía, síðan hvenær hafa þeir gert eitthvað í handbolta? Slóvenar, þetta náttúrulega gamla Júgóslavíu. Kannski ef þú þekkir söguna, þá veistu það að Júgóslavíu var eitt besta handboltalandi í heimi og Serbar og Króatar og gríðar löflur. Þú ert að tuða móti tuði hérna, Jóras. Já, nákvæmlega. Af hverju tuðar ekki með mér? Ert þú sáttur á ég held að sé eðlilegt. Taktu Scottie Pippen og Michael Jordan út úr Chicago-liðinu. Hvaða leiki myndu þau vinna? Það er spurning. Við erum að tala um að við erum með fjöldan allan af góðum leikmönnum. Það er að standa sem miklu betur en þetta. Ég held að við höfum stað okkur frábælega. Gerðum jafntefli heims Evrópu Ólympíumeistara. Já, eftir að hafa verið 6 mörkum yfir. Já, hvað með það? Og þeir hafa aldrei verið jafn lélegir og þeir voru á þessu móti. Já, það skiptir. Já, það er flott. Þetta er gott tuð samt. Þetta er gott tuð. Já, þú allavega fekk Hjörvar í gang, þannig ég er ánægður með. Vel gert, Kall. Ert þú sáttur? Nei, ég er svona er þetta bara stundum. Já, þú veist eins og segja, þetta eru frábæri strákar og maður vill alltaf vel, en þeir eru með alla þjóðina á herðum sér og þeir bara hafa ekki efna því að vera að standa sér svona ítlega eins og þeir voru að gera. En ég held samt að það er gert sitt besta. Við viljum að hleypa meira að tuða. Takk hérlega fyrir þetta. Takk hérlega fyrir þetta. Takk. Bæ. Já, þessi var að tuða yfir íslenska handboltalandsliðinu. Það er 511-0957. F95 Blöð, góðan daginn. Já, er Hjörvar hana? Já, Hjörvar hana. Blessa, gamli. Hjörvar. Já. Þekkirðu Ingvar Örn Ákason? Ingvar Örn Ákason, jú, Bissan. Já. Ætlar að tuða yfir honum? Nei, hann er skemmtileg, sko. Hann er skemmtileg, ok. Hver ég átt að tuða þér? Takk fyrir þetta. Þetta var klassa tuð þarna. 511-0957. Já, sælunir. Verður þetta lagið útarpinu? Já, allt villist ég vil tuða yfir hvað Íslendingar tuða mikið. Já. Það er svolítið mikið tuð í gangi í þjóðfélaginu núna. Já, menna það þarf ekki að gera þeim eins og smá yðnaðarsalt. Ég þarf að veðja að enginn hefur fundið bragðmunna þessu. Nei, og sem var allt vittlust af því að það fréttist að þetta verið yðnaðarsalt og það bara þetta grósi niður í öllum fréttum. Á ég segja hvað er svolítið sniðugt að gera, þú vilt losna við allt svona leiðindi og tuð.
Ekki fara á netið? Nei, sleftu fyrstu 20 síðanum í öllum dagblöðum, skoða bara íþrótnar og bíómyndirnar og hérna hæta alla á Facebook sem eru að töða. Já, ég byrjaði því. Það er bara hæta, þá síjar út leiðilega lið. Já, það er alveg saman hvað maður gerir, maður er alltaf að ferðast og maður er alltaf í bílum og maður er alltaf að hlusta á fréttir og það skilur alveg saman að maður sé ekki bara að hlusta á fréttir, það er samt alltaf verið að tala um þetta. Já, ég held að þetta sé sami 150 manna hópurinn að töðu yfir öllu. Já. Leður búin að losa þig við það dæmi sko, af því að, ef þú myndir sko, ef þú myndir dæma Íslendingu út frá Facebook, þá er þetta leiðilegasta land í heimi sko. Já, og sér veitir líka töði því hvað krakkar í dagur og eru miklu svona töffara sko. Já, það er enda bara gott, hvað er að því? Gott, ég man eftir því sko, þegar ég var krakki, þá bara ég mjög mikla virðingu fyrir úlingum sko. En núna eins og í dag sko, að maður lappar, ég man eftir, ég þorði ekki að lappa í gegnum myndvíkung því ég var svo hræddur við úlingana. Já. Og núna maður lappa fram með lítið krakka bara, ég sé nærbjöksuna, það er úlgiðið þitt, eitthvað svona, fettaballa. Ertu úlingur sem sagt? Já, ég er úlingur og þetta er mjög pirrandi. Ertu með buxurnar á hælunum? Já, það gerir stundum sko. Er það komið í tísku aftur? Nei, þetta er bara, maður er með svo mikið flatra sko. Já. Þetta er ekkert aldast upp en bara með sko strappa og öllu kjaftaði. Ef þú ert orðinn þreyttur á töðu þá hvetjum við til þess að bara hæta á Facebook og ekki skoða kommentakerfi á diva.is. Þá sleppur við svona 90% öllu töði. Herru, fyrir líkt stela það. Takk fyrir þetta, Unnur. Herru, það er töðhotnið þitt í gangi. Ég verð til eitthvað gott töð núna. Má sjá? Já, það er þetta gott. Yfir hverju vilt þú töða? Yfir heyrðu orðinu sem þú ert alltaf að segja. Heyrðu? Heyrðu þetta, heyrðu þitt. Þetta er mjög gott, þetta var klassatöð. Þetta er kækur vel gert. Þegar þú segir það, þá finn ég það. Klassatöð. Já. Klassatöð, vel gert þarna. Svo er það nú eitt hérna, Hjörvar. Nei, ekkert á mig. Töða bara yfir auðvitað. Bara létt, það getur vel verið að ég sé að skjóta með eitthvað í fótinn með þetta. Já, gott með gott töða, Hjörvar. Já, svo er að Slóvenía að vera í partur af gömlu Júgóslavíu. Ég held að það sé Króatía, Kosovo, Svartfjallaland og... Slóvenía. Serbía, Slóvenía. Nei. Slóvenía er ekkert undir Júgóslavíu. Við erum að taka... Við Slóvenía. Google þetta, drengir. Við Slóvenía. Hvaðan var þá Slóvenía? Hvaðan er það? Já. Það er eitthvað nágrannar ríki þarna. Nei, veist alveg hvað, sko, ég... Þetta eru 4 ríki sem urðu til við, Nei, þetta var pottjætt hluti af Júgóslavíu. Já. Nei. Og ég get lofað þér, Slóvenía var hluti af Júgóslavíu. Nei. Jó, pottjætt. Ekki rífast, já, nei, veistu hvað, ég þarf ekki að googla þetta. Veistu hvað? Ekki farið svona við mig, sko. Því ég pakka mönnum alltaf saman í þetta svona. Hvað er Blöndi? Getur hann ekki googlað þetta? Blöndi veit ekki um þetta. Ég er búinn að googla þetta, þetta er rétt hjá Hjörvari. Nei. Því miður, það er mjög leiðilegt að rífast við Hjörvar því að þó hann hafi rangt fyrir sér, þá hækkar hann bara röddina. En þú ert sköllóttur, þannig kemur alltaf saman. Ég myndi bara sleppa þig að rífast við hann. Og ég skal hætta að segja heyrðu og ég ætla að reyna að minka allavega. Vandaði máli, þetta er lítið á okkar fallega tungumáli. Herru, ég geri það. Þetta blessaður. Blessaður. Herru, já. Ég er fáið kvennkynstuð. FN95 blöð, góðan daginn, áttu eitthvað gott tuð handa okkur? Halló? Ég er konu hérna nú í loftið. Halló? Nei, þessi skellt á, FN95 blöð, áttu gott tuð handa okkur? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, skemmtilegt tuðhot. Mér langar að geðveikt að tuða yfir námsefni í menntaskólum. Það er ógeðslega leiðilegt oft. Námsefni í menntaskólum? Já. Ég hérna, nú þurf... Háskóli Íslands sendi kvörtun í skólaminn yfir það að nemendur sem útskrifast hjá þeim kynnu ekki að gera ritgerðir. Svo það er ritgerðar átak núna og ég fer ábygglega að fara að skrifa heimildaritgerð einhvern Jón Jónsson sem var upp á 17. öld og skrifa, þú veist, og var skáld og einhver nobody sem hafði enga vini og skrifa. Ok. Akkur get ég ekki bara skrifa ferðamennsku á Íslandi eða eitthvað? Já, þetta er breytt. Ég hef gert eina ritgerð á mínum 31 ári og hún fjallaði um Charlotte Hornet körfuboltaliðið. Þannig ég þekki ekki þetta vandamál. Nei. Hérna, í hvaða skóla ertu? Það er í menntaskólanum í Kópavogi. Það er glæsilegt, þú ert í toppnum. Þú ert í toppskólanum, til hamingju með það. Takk fyrir það. Það er hérna, já, þannig að þið eru að skrifa á fullu einhverjar allt og erfiðar ritgerðir. Já, þetta er eftir einhverju apakerfi. Er Helgi Kristjánsson þá að kenna þarna sögu eða? Helgi? Þú ert greinilega ekki komið svona langt. Nei. En finnst þér ekki þægilegt að náða að tuða hans yfir þessu? Mér finnst það geðveikt þægilegt. Til þess er tuðhotið. Jéi, takk kærlega. Takk fyrir. Við ætlum að taka eitt tuð í viðbót og vonandi eitthvað gutt sér tuð hérna. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, Öddi. Já.
Þú, sagður daginn gardínufylleri. Já, gardínubetta. Hvað það? Það þú ert heima hér og nennir ekki að fara út með einhverjum að drekka og dregur bara fyrir gardínurnar og skellir svo aðeins í þig. Já, svoleiðis. Herðu, ég er búinn að vera að pæla í þessu lengi eftir að þú sagði þetta. Viltu tuðið yfir einhverju? Nei, ég bara þurft að hringja, sagði þetta. Ok, vinnur. Takk. Bæ, við ætlum að taka einn enn hérna. Þetta tuðhotnið, endum þetta á tuði. Halló? F9 blöð? Halló? Blöðvilin? Nei, halló? Við ætlum að taka einn enn hérna. Þú ert að lækja útvarpinu? Halló? Æ, yfir hverju vilt þú tuða? Ég tuði því, af hverju þurfa krakkar að vakna í skólan klukkan 8? Ég er sammála, þetta er óþolandi. Þetta er kjaftaði. Ég er alveg sammálaður þarna. Það er algjört rugl að vera að láta ykkur vakna svona snemma. Já. Ef þú vilt stækka og ert að sofa almennlega. Já, ég veit. Þú ert með nóga vandamála svo þú þurfur ekki að vakna svona snemma. Ef að ég myndi vera skólastjóri, þá myndi ég láta skólan byrja svona 10:30. Auðvitað. Ertu utan á landi? Já, ég bý á Akureyri. Flottur. Nei, ég myndi segja að 10:30 var alveg feik hérna og snemma. Já. Flottur. Það er gaman að heyra í vinnur. Já, þetta var tuðhotnið í dag. Þetta var gott, ég er um það sammálast. Mér finnst allt of mikið grimt að vera að rífa einhvern bönnum kl. 8 á morgun. Krakki, maður svo getur ekki rífið upp. Leiðilegt að þú vilt sofa þess lengur í janúar og febrúar og svo. Já, ok, það mætti kannski hafa það í janúar og febrúar, þá mætti skólinn byrja 10. Krökkur bara liggja fram undir öll. Herðu, það styttist í flottulagakeppnina. Talandi um flott lög, maður. Með Jay-Z og Kanye West, það styttist hérna í flottulagakeppnina, en Hjörvar, ég var að lesa hérna inn á Facebookinu að Halldór Helgason, brettamæður, hann er núna í úrslitum við Louis Felix Paradise, eða Paradís, ég veit ekki hvað þessi drengur heitir, sem er frá Bandaríkjunum, hver verður snjóbrettamæður ársins hjá ESPN. Og ég ætla svona að hvetja alla hlustendur F95 blöð að fara inn á þennan link sem er espn.go.com/action/X-Games. Já, en við það náðu þess að til. Nei, menn ef þú ferð inn á espn.go.com þá hlýtur að finna þetta. Þannig að förum að inn, eins og staðan er núna, þá er Halldór með 48% atkvæða en þessi Louis með 52%. Ef það er netkosning þá vinnur Íslendingur alltaf sko. Akkurri? Það er bara frægt. Ég mannst ekki með magnaði. Já, það var ótrúlegt. Lið var að breyta tölvunum sínum í einhvern hafa í tíma til að geta kosið hann. Já. Ég meina, Íslendingar á alltaf, ég held að Dagur Sigurðsson hafi verið valinn besti handboltaþjálfari í heimi hjá einhverju síður núna daginn, sko. Já, þegar hann var í kosningu. Það var í svona netkosningu, sko. Já, þannig að það segir okkur að það er ekki meir en 100.000 manns að kjósa þarna úti í svona kosningum. Hvað sagði samt þessi gæi hétti? Halldór Helgason. Útöð hvað þessi hámenn á Íslandi eru flottir. Þeir sem heiti eitthvað há. Já, einmitt. Hjörvar Helgason þá. Heiðar Helgason, Hermann Heiðarsson. Já, ok. Hallgrímur Helgason. Já, skal gefa þarna eitthvað nokkur. En ég hvet alla til að fara inn á kjósan. Þessi drengur er víst stórkostlegur brettamæður. Váka, ég væri til í það að vera svona góður á snjóbretti. Kannt þú eitthvað á skíði eða bretti? Já, ég hef góður á bretti. Mér finnst gaman að ég fer mikið svona helgar og skellum mér í Þú var aldrei farað á bretti. Hefur einhvern veginn að fara á snjóbretti svona grimmast? Já, ég fer mikið á bretti. Kolbarinn, hann er að fara á bretti helgina, sko. Veistu hvað er gaman að vera bara eins og Kolb í dýrasta skíðagallanum og bara upp í Fláfjöllum að hilsa upp á lið og fá sér kakó og... Ef maður ætlar að pirra sig á þessu alla ævi, hvað verið gaman að vera eins og Kolb, þá er alveg skott bara að sleppa þessu. Já, ég veit það. En þetta er eitthvað sem ég væri til í og ég hvet alla til þess að fara inn á espn.com og kjósa Halldór. Það væri gaman ef Íslendingur væri brettamæður ársins. Við ætlum fara hérna í örstuð skilaboð og svo er það flottu lagakeppnin. Stjörnufréttir, spjall við þess að þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Janúar tilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. 10.11. Alltaf opið. Nóa Kropp. Bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Þú þarft ekki að eiga allar græjur til að kíkja í Bláfjöll. Nýjar og góðar skíða- og brettagræjur til leigu í Bláfjöllum. Komdu, láttu verða að því. Skíðasvæðin. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Koronakvöld á Glömbar í kvöld. Vinsæli drikkileikurinn Beer Pong og fleira fjör í boði. Sjóð heitur DJ. 5 í fötu á 1500. Korona og Glömbar. Klikkar ekki. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. Gott endursögn.
söluverð. Toyota, betri notaðir bílar. Pítupartí á Pítunni. Í sjónvarpi Símans gengur barnarósin búmerang allan sólarhringinn og auk þess hefur aðgangað fullt af barnaefni á 0 krónur í Skjá Bíói. Sjónvarp Símans. Fleiri valkostir. How far would you go to take down a man that stole everything from you? Samfilm kynir Man on a Ledge. Mögnuð spennumynd með Sam Worthington og Ed Harris í aðalhlutverkum. I need you to believe me. Man on a Ledge. Heimsfrumsýnd á Íslandi 27. janúar. Lífið hefst á morgun. Glamúrinn við útlandið var fljótur að fölna og heimþráin magnaðist upp með hverju árinu, segir Manuela Ósk Harðardóttir sem nú flutt heim eftir nokkur ára dvöl erlendis. Lífið fylgir fréttablaðinu á föstudögum. Sena kynnir Tim & Eric's $1 billion movie í fyrsta skipti á Íslandi. Heimsfrumsýning á vottlegum Vodafone og Símans á föstudaginn. Klikkusarnir Tim og Eric fara á kostum. And I'm Tim Heidecker. Ásamt grínisturinn Will Ferrell, Zach Galifianakis og John C. Reilly. Tim & Eric's $1 billion movie. Leiðana heim í stofu frá 27. janúar. Aðeins fáanlega á Íslandi og í Bandaríkjunum. Sena, Skjár Bíó og leiga Vodafone. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is FM 95 Blö á FM 95. Looking at a winner, þetta Justin Timberlake og You're Jamie. damn right, you're looking at a winner. Já, Jamie Foxx, ég ætla að senda þetta kveðju, það eru tveir snillingar að hlusta okkur í Amsterdam í beinni, Aron Pálmarsson og Bjöggi Markvörður, vonandi að hafa þeirra sem allra best að núti, leiðin á einhvern good shit stað í Amsterdam. Já, skemmtileg borg Amsterdam. Já, mjög svo. Það er einn góður good shit bananastaður sem þeir geta kíkt á strákarnir eða af okkur, en þeir fá svona númer að þau eru farin, ræðum það betur setna. Það er eins og að komið að flottulagakeppninni, Hjörvar. Ok. Og þú ert búinn að velja lag. Já. Ég var að spá ég að byrja á mínu lagi í dag. Já, byrjum á þínu. Og nú er það hlustendur sem að skera úr hvor lagið er betra. Fyrstur upp í, hvað höfum við haft það? 4, 5? Höfum það bara fyrstur upp í 4 núna? Fyrstur upp í 4 atkvæði vinnur og þið að kjósa það lag sem ykkur finnst flottara. Við erum að keppa og byrjum á mínu núna, Hjörvar, og þetta hérna er lagið mitt í flottulagakeppninni. Oj. Það er Metallica. Já. Það er bara eitt flottasta lag allra tíma. Stemmur og fílar ekki Metallica? Herru, maður fær 90 sekundur og ég ætla að gefa mínu lag. Þetta heitir Fade to Black, hlustum aðeins á það. Þetta var mitt lag Fade to Black. Hjörvar, ert þú með þitt lag tilbúið? Ég er 2-0 undir í þessari keppni okkar og ég ætla bara að spila þetta safe. Er þetta alveg lagið þetta? Hendis í gang og þegið. Vá, hvað þetta er ófrumlegt, maður. Þú myndir pottitt vinna. Ok, þá er að spyrja hlustendur hvort finnst ykkur betra Fade to Black með Metallica eða International Love með Pitbull og það er fyrstur upp í 4 atkvæði FM 95 Blö, góðan daginn. Hér á Haflega, klálega. Ertu Pitbull maður? Hvað sér þið? Ertu Pitbull maður? Já. 3 og 5, ánað með. Hvernig finnst þið Fade to Black með Metallica? Ég var næstu búin að skipta sko. Já, nákvæmlega. Takk fyrir þetta. Topp maður. Hjörvar kom með 1 atkvæði. Það er Fade to Black með Metallica eða International Love með Pitbull. Ætlar alltaf bara að vera með Pitbull í þessu það? Hann er heitur. F95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Ötti. Vel gert. Ertu Metallica aðdáandi? Já. Já. Herðu, þetta er smekk manneskja, takk hérlega fyrir þetta. Ok, herðu, staðan er 1-1. Fyrstur upp í 4. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvort lagi fannst þið betra? Herru, Fade to Black. Fade to Black. Yes. Fade to Black. Það er... Bye. Takk fyrir þetta, sko. Mr. International. Herðu, það er 2-1 fyrir Fade to Black með Metallica á móti International Love með Pitbull. FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Góðan daginn, Ötti klárlega. Já, þarna þekki ég þig. Herru, Hjörvar, þú átt ekki séns í þessu keppnin þetta, maður. 3-1 er staðan. FM95 Blö, góðan daginn. Hvað séu mestari? Það er Fade to Black. Það er Fade to Black, staðan er 4-1. Ég ætla að gefa Hjörvari séns og hafa þetta upp í 5. Þetta verður allt verið upp í 5. Herru, hvað er Pitbull aðdáandi landsins svoandi núna? Come on!
Pitbull sígur bara. Já, ég gæti ekki meira sammálaður. Takk fyrir þetta, mestari. Takk. Ok, staðan 4-1 fyrir Fade to Black á móti International. Ég ætla að gefa Hjörvar 1 séns hérna. F9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fæði eitt atkvæði? Fade to Black, of course, sko. Jöfisins hommalag þetta sem valdi að heitla. Herru, hvað? Það líkur ekkert á að skella á manninn. Nei, nákvæmlega. Herru, Þú trúið bara ekki að hann hafi sett þetta í gang, sko. Þannig að þínu mandi var þetta bust, en það fóru leikar 5-1 fyrir Fade to Black. Sjálfsög. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Það maður hittu alveg bara... Já, ok, útfóttur, fyrir. Það er skellulegt. Herru, 5-1, Hjörvar. Þarftu ekki að fara að velja ykkur aðeins betri lög? Það er 3-0 núna í þessum kemur. En að næstík, að því að næstíka ég telli tvöfald. Nei, menn ég er búinn að vinna, sko. En ég skal tjekka hérna einu bara... Nei, double or nothing, þessi og jafntefli. F9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, hérna Pitbull. Alveg, Hann fekk svona aðeins að klóra í bakkan, hann fór 5-2. Takk hérlega fyrir þetta. Ok, bye. Ok, já, Hjörvar hitt og eina 9 ára stelpu þarna sem að fílar Pitbull og óskaði honum til hamingju með það. Annars voru hlustundur vel með að nota. Fínist þið þunglinduslögu þín. Þú hella þunglindur í janúar eitthvað. Þetta er Fade to Black. Þetta er gott lag, mann. Sko, ég er búinn að vera með. Já, en hefur heyrt, þetta er alltaf sömu gæðin að ringja inn og peppa þig. Nei, þeir ringja hann í enda á 0958 eða eitthvað hannig. Serðu þetta? Sem bein lína enga inn. Serðu lögin bara núna síðustu 2 vikur. Þá ég búinn að vera með Fake Plastic Trees með Radiohead og Fade to Black með Metallica. Þunglindislag. Þú ert búinn að vera með Two Unlimited og Pitbull. Öll skiptin. Þú varst með Pitbull í fyrstu keppninu líka þegar ég var með Guns N' Roses lagið Rocket Queen. Var eitthvað óæðilegt við það að vera með að því að, ok. En ég minna þarf ekki bara að fara átta á því að hlustundur er ekki að fíla Pitbull. Ég er að fatta það, ég er að fatta að það eru þunglindisjúklingar að hlusta okkur, þannig ég þarf að koma með eitthvað gott þunglindislag. Það er Karma Police með Radiohead. Það er til dæmis mjög gott lag. Jó, hörru, ég ætla að kjósa Karma Police, gefðu gott lag. Þú getur haldið áfram með... Er ég farinn? Ég sé þig. Með þína bólur. Hæri ég er, farmalag. Við erum ekki, jú, herðu, reyndar er klukkan að verða 6. Herri, ég er hér. Hvað herðu, slakað aðeins áhjörvar, voðalettu tapsármaður. Hvað á ég að gera hérna? Hvað átt að gera hérna? Ég búið það. Jú, viltu ekki kveðja hlustendur? Takk fyrir mig það, sjótt þetta. Hérna, hvað er helgir þér? Hún er bara róleg, hér ég er. Er ekkert sem þú ert að peppu upp, en náttúrulega Manju Liverpool helgina, Liverpool Manju? Já, besta sætið, Manchester United Liverpool og hérna... Ég vissi ég myndi náði tilbaka, ég myndi byrja að tala fótbolta. Þú trúin svo lítið bad, maður bara finna eitthvað umræðefni sem hún fílar, þá ertu komin aftur. Nei, það er náttúrulega, það sem stendur upp úr eru þetta Manchester United Liverpool hvet alla til að sem hafa kostað að kaupa sér fjölvarpið því að á ESPN America á sunnudaginn eftir 10 daga þá eru úrslitaleikurinn í Super Bowl og hann er á fjölvarpinu sem er ótrúlega sniðugt að vera með sportpakkan þar því að þú getur líka orðið á ástralska tennisinn í dag þannig að að verða allir að sjá Super Bowl eftir 10 daga Giants á móti Patriots og þar höldum við að sjálfsögðu með New York Giants okkar maður Eli Manning og Cruz Cruz eins og Knicks búin að vera rosalegur að það líka þetta verður algjör það er engin íþrótt hækka hrætt í áliti á mér og NFL ef íþrótt er rétt mötu og nýg af sjónvarpi þá fer það fílana þú dettur inn í snóker Nei, ég veit ekki alveg með snóker Þú skilur hann ekki, þetta er flókið fyrir þig Biljard, það er nú í bókan, jú, ég skil alveg Ég skil alveg í púl Já, ég er að segja, það er einfalt, það er fyrir svona no-brainer gæði eins og þig, en fyrir gæði sem dýrka að hugsa. Svona no-brainer gæði sem er vinna alltaf flottulega Já, með að setja ykkur þunglindslög á í janúar, sem reynda make a sense, ég er með partilög í janúar, þú ert þunglindur. Fyrir mig er það no-brainer að velja gott lag. Og það er bara þannig, herðu Hjörvar, takk hjalla fyrir daginn, hvetjum ykkur til að hlusta á morgun, þá verð ég með góðan gest hérna hjá mér og mikið fjör, það styttist í G-blettin, Rikka G, þannig að ekki fara langt, við ætlum að enda þetta á lagi sem að heitir Time Bomb með All Time Low, veit ekki maður sjá, ég ætla að heyra hvað lag þetta er. Þetta er Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Bílar.is í dag, Kamapóker, stór skemmtilegt og kynlæsandi spennuspil frá Adam og Evu á aðeins 4.490 í stað 8.993. Bílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Túborg kynnir, kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Contact & Funeral treður upp. Húsið opnar klukkan 9 og frítt inn. Bjór á 450 og skot á 450. Bar 11. Já, það er kalt úti. Það er sannkölluð sófastemming í kvöld. Sena, Skjár Bíó og Leiga Vodafone.